Já, komið sæl og velkomin í eitt og annað af fólki. Já, vissulega fjalla allir þættirnir okkar fólk, allavega meira og minna. En það skemmtilega við starf fjölmiðlamannsins að maður kynnist ótrúlega mikið af merkilegu fólki. Og einn af þeim, þessum merkilegu karakterum, hann Viddi í skíðaþjónustunni og við ætlum að byrja á að heyra hans sögu. Útivistarfólk hefur lengi getað leitað til Viðars í skíðaþjónustunni eftir útbúnaði, en skíðaþjónustan hefur verið starfrækt á Akureyri í næstum því 40 ár. Viðar reyndar mjólkurfræðingur að mennt og hafði eflaust hugsað sér annað ævistarf þegar hann var ungur, en hvar kviknaði áhuginn á skíðaþjónustu? Áhuginn byrjaði á því að ég var áður fyrir að keppa á skíðum sjálfur og svo seinna við þá fór ég að vera gerð þjálfari og ég fann út að krakkarnir voru í vandræði með skíði og þá byrjaði með skíðaþjónustu heim í bílskúr. Það glæsilegt og það varstu fyrstu 3 árin og færðu þið svo hingað. Hvernig var að fá allt í einu svona stórt pláss? Já, okkur hjónum leist eiginlega ekkert á þetta þegar við fluttum hausti til og það komu 2 eða 3 fyrsta daginn og við í þessu agalega plássi hálftómt. Það munaði dálítið mikið á bílskúr og koma hingað og okkur leist eiginlega ekkert á blikur en þráuðust við og 37 ára erum við líklega búin að vera hérna síðan. Í seinni tíð hefur kunnahópurinn stækkað mjög mikið, enda mikið sótt í skíðastæðina hérna fyrir norðan. Það fyllist búðunum helgar af sunnlendingum því að eins og akkurat núna þá allt lokað fyrir sunnan og það koma allir norður bara. Og ef það er svo gott þegar þeir koma til Akur þá segir að ef það lokað upp í fjalli þá fara búin á Dalvík og ef það er eitthvað lélegt þar þá fara til Siglufjarðar. Þetta höfum við fram með reykingarna. Ef eitt svæði fyrir svona lokast þá bara er allt lokað. Skíðabúnaður hefur eitthvað breyst til hins betra síðan Viðar hóf störf í bílskúrnum. Hann segist þó sakna þess að þurfa að bora og skrúfa bindingar fastar. Bindingarna nú til dags séu alltaf einfalt að stilla. Stærðin á nútíma skíðum er þó miklu hentugri en áður fyrr, segir Viðar. Mín skíðun áður voru 2,10, nú notar mann 1,60, 1,70 og svo er það orðið helmingi breiðar en þeim voru og það er alveg miklu auðveldar að skíða á þeim og gerði þetta bara, já, til dæmis að konur sem voru hættar að skíða, réð ekki við skíði sín, þegar þessi nýju breiðu stuttu skíði komu, þá góttu allar ömmur farið út á skíði aftur með bannaböndunum upp í brekkur og nutu þess bara, sem voru bara hættar á skíðum á gömlu skíðum. En þetta var alveg bylting bara í skíðaframleiðslu. Hvernig skíðamaður varst þú? Já, ef ég segi sjálfur frá, þá var ég nokkuð góður. Ég var alltaf 3 Íslandsmeistari í flokkarsvígi. Það var mitt frægasta. Í hverju segirðu? Í flokkarsvígi, þá voru 4 í hverju sveit og við hérna á Akureyri við urðum 3 sinnum Íslandsmeistarar. Skíðaþjónustan hefur alltaf verið fjölskyldu fyrirtæki en með Viðari starfa þar börnin hans og tengdasinir. Allir hjálpast að og það eina sem stundum erfitt er mikil helgarvinna. Það væri hægt að eyða löngum stundum að skoða sig í búðinni en hún er innréttuð á skemmtilegan hátt og minnir svolítið á skíðaskála. En Viðar segir að þannig hafa hann einmitt hugsað sér að upplifunin ætti að vera. Það er ótal margt á boðstólunum í búðinni, skíði, snjóbretti, skautar, hjól, allur mögulegur aukabúnaður og öryggisbúnaður. Þarna er einnig rekið verkstæði fyrir græjurnar, auk þess sem hægt er að gera góð kaup á notuðum vörum. Og þú ert ekkert á leiðinni að fara að hætta. Hvað ertu orðin gamall? Já, ég verður kannski 8 ár einhvern tíma seint á þessu ári. En ég er ekkert að hætta. Nei, þú hefur gaman að þessu, eða ekki? Jú, þetta hefur verið skemmtilegur og skemmtilegur. Ég verður bara að viðurkenna það. Það var yndislegt. Hverjum er svona skemmtilegast að selja? Litlu börnum, minnstu börnir sem eru allavega að ganga, þau vilja fara að skíða líka. Það er alveg önun að sjá þau brosa svo blítt gæt. Skíðaþjónustan er komin hátt á 4. áratug í starfsaldri. Af hverju ætli það gangi alltaf svona vel? Ég hef nú stundum verið svona að hugsa út í þetta því að margir af mínu félögum hafa hætt eftir 10-15 ár. En við erum hérna áfram og það er eitthvað. Hérna kemur það mikið af fólki og maður sé alltaf nýja og spjallar og ég maður svo eftir að koma hérna einn stákur með lítið sonminn og hann segir svona lítið son sinna hugsaði þegar ég var pínu lítill kom pabbi oft með mig hingað til að versla
Og þetta gefur mér svo mikla gleði og ánægju og ég bara get ekki orðið leiður á þessu. Hann Gunnar Rögnvaldsson lenti því að lenda undir hjóli af skíðalyftunni í Tindastóli sem hátt í tonna þyngd og þá reyndi virkilega á að vera með mikið af góðu fólki í kringum sig. Slysinn ger ekki boð á undan sér. Það fékk hann Gunnar Rögnvaldsson á Sauðárkróki að finna þegar hann ásamt félögum sínum í skíðadeild Tindastóls var að leggja lokahönd á lagningu toglyftunnar þann 5. september síðastliðinn. Við fórum hérna til þess að stilla upp hjólastellum og fleira hérna á lyftunni. Svo átti endadaginn á því að setja stóra drifhjólið á hérna drifstöðina og vorum með það svona lóðréttón á jörðinni, hangandi í því með stroffu og hérna vorum byrjaðir að hitta það. Og svo svona þegar við erum eiginlega að verða sáttir, þá náttúrulega dynja ósköpin yfir að hérna ég þarf bara að slitna stroffan og ég verð undir hjólinu sem náttúrulega tæpt tonna þyngd og það sé ekki hver maður að maður hefði ekki einst lengi þarna undir en ég var náttúrulega með hörku kraftmikla menn þarna með mér sem að náða að lyfta hjólinu að mér og ég sagði við það náttúrulega megin lág undir hjólinu að ég get ekki legið hér lengi þegar það náði að mér og hérna við þetta brotnuðu náttúrulega 13 rifbein eða þess að 11 rifbein, 2 af þeim tvíbrotnuðu og svo bein sem að tengir herðablaðið í öxlina hérna vinstra megin, það brotnaði og það eins og þetta í dag og ég var náttúrulega og allar björgunaraðgerðir allt gekk eins og upp á 10, bæði björgunarsveitin og sjúkraflutningamenn og læknir sem kom hérna á staðinn og náttúrulega bara snillingur og ég bara komið, þetta gerist hérna 19, 5. september og ég kom í sjúkraflugvél hérna niður á flugvelli, fluttur suður klukkan 9:30 kvöldið og þá var búið að mynda mig upp á sjúkrafsið þannig að ég get ekki kvartað og bara á þessum einstaklingum mitt líf að þakka sko, það er bara lífgjöf. Þú varst ekki langt undan. Hvernig blasti þetta við þér? Já, þetta náttúrulega eins og óhöpp verða að þá fer eitthvað í gang. Ég var nú bara við hliðina á honum hann einhverjum 2-3 sekúndum áður og sagði við hana að við nú rétt að taka mynd af kollunum áður en svona til þess að eiga heimildir því að maður er nú í því að safna myndum við þetta verk og heyrði nú bara hvellinn og þá fór nú myndavélinn eitthvað eða síminn og hérna við fórum nú bara í það að lyfta eða ná honum undan, lyfta hjólinu á honum og ná honum undan því og þetta svona var nú svona eins og smurðvél bara, þannig að var maður með nagla með sér, hörkumenn sem betur. Hverjir voru með þér? Það voru Eddi Birgis og hérna Maggi Hinriks og þeir eru nú ekkit fúnir sem betur fer, þannig að þetta gekk nú ótrúlega vel að allar þessar aðgerðir. En að lyfta tonni, það gerir mann ekki á hverjum degi. Hvernig fóruð þið að því? Já, það bara við vitum það nú eiginlega ekkert, við bara tókum það bara og það þurfti ekkert að neitt að gáa því neitt meir, við bara fórum í það verk eins og hvert annað verk. Það var bara svoleiðis. Að fá þetta ofan á sig, hvernig tilfinning var það? Það er eiginlega ekki hægt að lýsa því, sko. Þetta var svona, maður bara er fastur og hérna, hjálmurinn sem ég var með bjargaði náttúrulega höfðun á mér og eins og ég sagði þarna áðan að ég sagði það því ég var með meðvitund allan tíman að ég sagði það að ég get ekki verið lengi hérna að vera undir, það verður að ná þessu af mér og ég hef aldrei fundið aðra eins verki, sko, það er náttúrulega, ég veit eins og verkjaskalinn, sko, 0-10, sko, það ég sagt að vera 20, sko. Það er svona, það var mín tilfinning, sko. En það var þarna gaskútur, hvað, heldur þú að það hefði bjargað miklu að hjóli lent af honum? Já, hann bjargaði því sem bjarga varð, það tekur höggið af og hérna, hann var náttúrulega ónýtur eftir. Það var það sem betur fer, hann var þarna. Þannig að úr því að þetta þurfti að koma fyrir þá hérna var það engin spurning að hann bjargaði því sem bjarga varð. En mínúturnar frá því að þið komist í að láta vita eða kalla eftir hjálp, voru það lengi að líða?
Já og nei, auðvitað finnst manni það alltaf lengi að líða en samt var þetta nú svona með ótrúlegri yfirvegun allt gert, sko. Þetta var, við svo sem erum nú þjálfaðir í því að taka svona slís en maður einhvern veginn samt, það þurfti að ná í sjúkrabörur og það þurfti að koma honum í þær stellingar sem honum leið best í og koma honum á börurnar og gera allt það sem gera þurfti, þannig að við fórum bara í það strax að gera það og það sem að maður var nú kannski hræddastur við og ég kallaði svo sem bara út allt björgunarlið sem hægt var því að maður vissi svo sem ekkert hvað var og hversu mikið hann var slasaður eða neitt svoleiðis, þannig að og svo var náttúrulega blautt færið hérna upp eftir. Þetta var rigning hérna morgunin og var mjög blautt allt. Þannig að svo sem maður var alveg viðbúinn því að þeir þurfa að bera niður. En komst þetta nú alltaf bílum samt og þetta gekk bara eins og í sögu. Þegar læknirinn kom að þá svona þetta var svona auðvitað fljótt að líða. Það var þannig. Þetta uppi miðju fjalli, þannig að það langt að fara. Já, þetta í 680 metrum, sko, og björgunarsveitin brást mjög hratt við, þannig að þeir komu upp yfir á bílum og ég var fluttur í börum sem satt niður í þeim bíl og maður geta þess að Vigg og þeir voru fljótir að bregðast við líka, þeir sóttu strax bakbretti, sko. Þannig að komu mér á það og komu mér bara í svona nánast læsta legu og svo eru þeir að stjórna því svona eftir minni hendur sem ég að halda í sig hvora hendina þegar ég sagði til hverju mynd til og ekki. En maður getur hlegið þessu núna en það mjög gott að hlæja hlutunum svona eftir á eða hlutinni fara vel. En þetta var nálagt því að fara ekki vel? Já, ég held að að sjáu það hver maður og bara vitandi þungan þetta lendir yfir brjóskassan á mér og ég eins og sé, ég hefði ekkert legið lengi þarna undir, þetta liður bara nokkra sekundur þangað til þessir traustu menn tók að mér hjólið og hvernig sé það fór að því, sko, það bara, menn fá einhvern auka mátt þegar svona það eitthvað sem gerist og svo líka bara held ég að minnst álagið svona í svona óhöfum sé á þeim sem verður fyrir þeim. Það svona, maður verður ekki, þeir verða vitni að því að þeir sjá mann sem ósjálfbjarga þar sem að ég var á þessum tíma og mér finnst ég bara eiga töluvert mikið í þessum drengjum eftir þetta því að það alltaf þakklæti bara eftir í huga, því að þeir stóðu svo vel. Og þú fyrst nýtt tækifæri í lífinu? Já, það er ótt að segja það. Þetta bara Já, ég stefna á skíðin eftir áramót. Það bara svoleiðis. Velkomin, elsku drengur. Já. Næst komið að stuttum auglýsingum, svona aðeins til þess að gleiðja tilveruna. Næst ætlum við að líta vestur og hitta hann Geir Högnason. Hann bóndi og sjómaður en umfram allt hann stórmerkilegur karakter. Við erum stödd á Arnarstapa á Snæfellsnesi. Það óbúslegt líf á sumrin hérna. Síðan eru bara örfáir sem að gera út allan ársins hring. Einn af þeim Geir Högnason, bóndi á Bjargi og sjómaður. Hvernig hægt að lýsa Geir, veit ég ekki. Hann einn af þessum klettum samfélagsins. Alltaf til taks, hann ekki með neitt múður, hann svona ekki maður til þess að flækja hlutina, hann bara algjörlega hann sjálfur og við ætlum að reyna að skila því til ykkar. Við fórum og tókum smá rúndnárum og fórum með honum smá hring út fyrir hafnarkjaftinn og reyndum að pumpa hann og fá aðeins hans frásögnaði hvernig að vera sjómaður og íbúi á Arnarstapa allan ársins hring, einn af fáum. Hvort hugsaðu þig sem bónda eða sjómann? Hvort þetta meiri bóndi eða sjómaður? Ég eiginlega hvorugt, sko. Hvað veist þið þá? Ég bara framflyti mér svona á þessu. Ertu bara Geir? Já. Ég ekkert sérstakt, sko. Hvað ertu búin að vera á sjó lengi? Hvenær byrjar á sjó? Sko, fyrir alvöru. Eða bara... Alvöru byrjaði svona
17 ára en maður byrjaði þetta með pappa þegar maður strákur sko á trillu sko. Já. Já. Hvað erum við þá að tala? Bara 6 ára pluss mínus? Fyrst fór ég á sjó þegar ég var svona, hvað? Ég hef ekki verið 8 ára, 7-8 ára þegar fór ég á sjó með pappa. En þú hefur verið á sjó með trillu, eða ekki? Mér á minna, þetta hefur verið þitt bara... Jú, og við hefum alltaf á trillu. Já. Svo hefur við verið á vertíðum og... Á stærri skipum? Já, ég hef alltaf verið á vertíðum, alla vetur sko. Jafnvel á sumrin sko. Já, ef ég hugsa Geir og Bjargi, þá dettur mér ýmislegt í hug. Já, en sjómaður, bóndi og svona alvöru og svona orginal. Ég veit ekki hvað felst í að vera orginal, það er svona lifir á landsins gæðum, er ekki... Á hrátt sko. Er ekki með neitt kjaftæði. Hvað ég veit að margir, nú er Arnarstapi fjölmennur trillu, margir sem koma trillu þangað, þú veist, yfir sumarið. Já, það hefur alltaf verið sko, það hefur verið allmikið gegnum árin. Svona yfirleitt finnst mér þetta að vera eldri menn sem fara að trillu. Já. Koma inn, já. En það er öflug trillu útgerð hérna út á Stapa. Já, öflug ekki sko, þetta er svona vissan tíma árinu dálítið mikið. Já, yfir sumartíman, eða ekki, eða semst voru. Jú. Mér skilst að skúrinn þinn sé svolítið, skemman þín sé vinsæl á þessum tíma. Nei. Jú, ég get svo svarið að það er það sem að, það er orð götunnar, orð bryggjunar er sá að skemman þín sé svolítið, þú sést svolítið ómissandi með það, þú sést að kippa ýmsu í liðin fyrir trillu. Nei, ég segi ekki, það var hérna í den tíð, þá voru menn alltaf að tjasla saman gömlu dóti sko. En núna er þetta allt orðið miklu flottara og betra sko. Tölvustýrðara og... Já, fólk kaupir sér bara nýja hluti sko. Áður fyrr voru menn að gera við alveg niður í bara ekki neitt sko. Já. Þetta hefur breyst aldrei þannig. Hefur það minnkað ágengið í skemmuna hjá þér? Skúrinn? Já, það hefur nú aldrei verið neitt svo svakalega stórt um því. En ef það vantar eitthvað þá geta það farið bara hérna inn sko. Það er ekkert að því sko, ég fylgist ekki með því alveg. Þeir segja það að þú sért, sennilega myndi trillu útgerð og Arnarstapa leggjast af ef að ekki nyti þín við og skemmunar þinnar. Aðliðin tíð. En segðu mér annað, síðasta sumar að þá féll ferðamaður í Gjótu, Gjótu, hvað heitir þetta? Já, hann fór hérna í eina stærri gjánum þar fram að brúnni sko, yfir. Já, þá varst þú á staðnum, eða ekki hérna, gast? Jú, ég var heima fyrir tilviljun sko. Fórum hérna nokkrir sko, 3 sem fórum og þá hékk hann utan í klettunum og maraði þar hausinn upp úr. Þannig að vera að taka sjálfsmynd af sér hann og trúlega hann á góðri sjálfsmyndir. Það voru þarna með mér helvíti röski menn. Jói Fisksali og einn annar, ég þekkti ekki. Og þeir voru að líða togan upp úr, sko. Ég setti reyndar hakan í hann svo að færi nú ekki skrúuna, sko. En það hlýtur að hafa verið magnað að geta bjargað svona mannslífi. Jú, sjálfsagt sko. Það er nú fljótur að gleyma þessu. Þetta var náttúrulega merkilegt svona. Bara enn í dagurinn í... Já, ég bless það. Er ekki gott að búa á Arnarstapa? Jú, það er þægilegt. Það er ekki margir sem búa hérna í sjálfsagt sko. Nei, þið eru eina af fáu ábúendum, föstum ábúendum á Arnarstapa, eða ekki? Jú, það eru sko reyndar fleiri sko, já, svona viðloðandi sko. Hvað ætlum við að segja? 3-4. Fólk er stundum svona stuttan tíma líka, sko. Já. En þetta er af sem var, sko. Þá voru nú fleiri í sveitinni. Já. En svo flutti þetta burtu og sumt að þessu dó og við grófum það bara og svo hélt lífið á hann. Heldur þú sé kraftur frá jöklinum? Kraftur? Já. Nei, það ekki. Þetta er neini alls engin kraftur. Hvaðan færðu þinn kraft? Ég hef í sjálfsögur ekkert merkilegan kraft en
ég held að bara hver maður búi sér til sinn kraft til bara að hafa áhuga á lífinu, sko. Ásgeir og Hildur eignuðust langveikt barn og það eitt og sér tekur mikið á og þá er auðvelt að gefast upp en þau ákveðu að sjá björtu hliðarnar, nýta þetta sem tækifæri og stofna bókaútgáfu. Ásgeir Ólafsson og Hildur Inga Magnadóttir á Akureyri fengu þær fréttir á 34. viku meðgöngu Hildar að barnið væri með meðfætt þindarslit sem mjög alvarlegur sjúkdómur. Þindarslit í rauninni sjúkdómur þar sem kemur rof á þindina á henni og annarkvort var þetta hægra vinstra megin og hún fekk þetta hægra megin sem eru minni líkur, það er 1 á móti 20.000, 1 á móti 5.000 hérna megin. Hún er hægra megin vegna þess að lifrin í hérna megin, þetta fór allt saman upp í gegnum þetta litla rof og þannig að lifrin og innefli fóru hérna upp í brjóstholi og gerði það verkum að lunga hérna hægra megin þroskaðist ekki. Og síðan fór henni í aðgerð þegar hún fæðist, hún var tekin í keisara og svo fæðist hún, það eru 20 og við minni rétt 6 einstaklingar inn á fæðingardeild þegar hún tekin með keisara. Rosa mikið stuð og hún er bara tekin strax frá okkur. Við náðum reyndar einni æðislegri mynd af henni þegar hún er að koma út úr kjörum. Ég fekk bara að taka eina mynd og það bara klikk. Við náðum ótrúlegri mynd, stórkostlegri mynd. Svo var hún bara tekin og svo fór hún í aðgerð 3 daga gömul og þá er sauma fyrir þetta rof, allt dregið niður og sauma fyrir. En þá er komin tími, nú þarf lungað að fá tíma til þess að þroskast. Og til þess að gera langar svo stutta, þá er hún núna í öndunarvél. Þetta kann að hljóma rosalega stórt. Öndunarvél fyrir okkur er bara eins og pop og kók að heyra, skilur, en kannski fyrir þig að fara kannski svona smá sting í hjarta. Akkur segi ég pop og kók vegna þess að þetta var, við vorum með mjög veika stelpu áður. Hún var bara mjög veik áður, svo fór hún í öndunarvélina og fór í þessa aðgerð hérna, þar sem var sett túpa hérna niður í kokið á henni. Og það sem öndunarvélin hjálpar henni að hún er með túpu hérna út, þegar svona rör hérna út. Og þá fengum við basically Alexandru Maren bara eins og hún er. Þá fór hún að brosa, þá fór hún að þroskast, þá fór hún að dafna. Fram að því var hún mjög veik. Allt gerist þetta mjög hratt og lífið í raun gjörbreyttist á svipstundu. Með engum fyrirvara þurftu þau að flytjast suður, þar sem þau dvöldu í 3 mánuði fyrst sinn. Síðan áttu ferðirnar suður eftir að vera margar og dvalirnar langar. 2017 hausti þá fór hún í þessa aðgerð í september, þá steypur henni hérna heima og við förum með hana suður, þá fyrir henni í þessa aðgerð og í október í fyrra þá kemur hún út úr þessa aðgerð bara eins og ný stelpa og við höfum ekki verið að vinna síðan. Þannig séð þá má sé að taka að sér ýmis verkefni eðlilega, af því við getum nú ekki setið bara aðgerðalaus. Þetta kláraði Hildur meðan við vorum á vökudeild, þá kláraði hún BA í sálfræði með hæstu einhvern út af vegna og hún er núna í master í geðheilbrigðisfræðum, þú veist, og við látum í rauninni aðstæðurnar ekki stoppa okkur. Við höldum bara áfram. Alexandra er á leikskóla og þú veist, það er margir sem spyrja hvernig getur hún verið á leikskóla, er hún ekki öndunarvél, en við svona látum aðstæður aldrei stoppa okkur og á mörgu leyti höfum við fengið mjög mikla hjálp frá velferðarkerfinu, en við höfum þurft að berjast fyrir því að fá það hjálp stundum, en svona 90% tilfellum hafa það verið okkur mjög góð. Þau hafa þá ekki látið erfiðleikana trufla sig. Í rauninni breytist líf okkar til góðs, þú veist, vegna þess að ég væri kannski ennþá í sama stað núna sem ég kannski ekki alveg sáttu við. Ég væri ekki að skila að mér þessum verkefnum hérna, ég væri ekki búin að búa til það sem við erum að búa til. Við ættum basically ekki Alexandru, þú veist, ef við erum að ræða það eitthvað. Þannig að þú veist, sem náttúrulega bara hún er glaðlynd og alltaf brosandi, ótrúlega mikil karakter þessi stelpa og hérna, sem náttúrulega, tala allir eins og börnin sín. En hérna, við værum ekki að skila á okkur. Við erum bara einhvern veginn svona markmiðasettari og órienteraði í höfðinu. Við erum einhvern veginn bara miklu skipulagri með allt. Við tökum bara að okkur verkefni núna sem við klárum. Í staðinn fyrir eins og ég fekk 1.000.000 hugmyndir og kláraði enga þeirra. Núna fæ ég kannski 1.000.000 hugmyndir og sortar þeirra og klára síðan þær sem ég er til bestar. Þarna liggur munurinn og ég held að Alexandra hafi verið svolítið mikið kveikjan af því að breyta þessu hjá pappa sínum allavega. Og er það kannski þegar þú ert að horfa á hana, hún er að yfirstíga ansi mörg verkefni, hún er að sigrast á aðgerð eftir aðgerð, hún er að klára sín verkefni. Já, sko, við vorum að tala um það bara í gær, þetta er mjög góð punktur vegna þess að ég held að þetta hljóti að vera grunnurinn. Við vorum að tala um í gær, ég og mamma hennar, ég og Hildur, að þú veist,
hún fær hóstakast, þú veist, og eitthvað og gubbar og eitthvað svoleiðis. Hún dettur og meiðir sig. Hún stendur bara upp eftir, hún bara grætur 1 mínútu, svo bara búið, þú veist. Hún bara svona, vegna þess að hún búin að gangi gegnum miklu stærri hluti, þú veist. Sjúkrasagan hennar ótrúleg, sko, þú veist, en sko, ég held að það sé einmitt nákvæmlega þetta sem hún segir, sko. Maður liggur hérna og horfir á þetta litla barn sem bara að gera miklu meira en ég hef nokkuð tíma þurft að gera. Og þarna liggur hún bara 20 mánaða gömul, ég bara, herri, ok, þú veist, þetta hlýtur að gera mér eitthvað búst og okkur foreldrunum sem hún gerir, sko. Núna fyrir jólin skrifaði Hildur barnabókina Guðjón og Guli einhyrningabíllinn Faralli tungsins og Ásgeir bókina 14. jólasveinninn. Hugmyndirnar að bókunum voru þau búin að ganga með lengi, en það var fyrir kraft og eljusemi dóttur þeirra sem þau drifu sig á stað og gafu út sitt hvora bókina núna fyrir jólin. Þau gefa bækurnar út undir nafninu Las Lesas sem er þeirra eigin forlag. Við af hverju Las Lesas, ok, við erum með stað sem heitir Las Vegas, þar sem að fólk fer til þess að skemmta sér. Las Vegas, Las Lesas, þetta er skemmtilegt, þetta er ævintýrahús, þetta er bókahús. Þú ert svolítið að, þú getur fara að gambla eða veðja hana, fólk að gera það. Bókaútgáfa það er gambl. Við vitum ekki hvað gerist, við hendum þessu bara hérna út í kosmosin og svo gerist bara eitthvað, við vitum það ekki. Það fer algjörlega eftir fólki hvað gerist með bækurnar okkar. Þessna var til Las Lesas. En síðan alltaf hugsaðum við ég las og ég les bækur. Og las bækur, úr var Las Lesas. Þetta var líka bara eitthvað sem var til bara einhvers staðar inn í stofu bara meðan við vorum að leika okkur með einhver orð. Og þetta var fyrsta árið sem okkur datt í hug. Þannig við ætlum að nota fyrsta árið sem okkur datt í hug. Las Lesas útgáfa. Það er mjög auðvelt fyrir fólk í okkar stöðu að læsa sig inni, þú veist, og bara hætta að taka þátt í lífinu, vera hræddir við mistök. Þú veist, ég held að það séu stærstu mistöku sem maður gerir, að vera hræddur að gera mistök. Maður á að gera mistök en þess að þá fækkar þeim bara. Og við erum búin að gera bara fullt af mistökum. En hins vegar get ég lofa því að þeim hefur fækkað gríðarlega mikið síðustu 2 árin eftir að Alexandra fæddist. Þannig bara þannig. Þá komum við lokum hjá okkur í þessum þætti. Við rákumst á mjög mörg áhugaverð innslög þegar við vorum að velja þennan þátt. Þannig ég get alveg lofa ykkur því að þið eftir að sjá annan þátt af eitt og annað af fólki. Sjáum þá.